Heyrðu, velkomin í þáttinn Heimsmyndir. Í dag ætlum við að tala við hana Nicole Keller. Og það vill svo til að hún eiginkona gamals félaga míns, hann Sigga. Og Siggi benti mér á hana því að hún búin að vera að hella sér í jóga og hugleiðslu og núvitund og svona pælingar. Og ég hef aðeins verið að svona daðra við ákveðið samtal sem á sér svolítið stað í heiminum í dag sem að sumir segja sem sagt að það eigi sér stað nokkuð sem að kalla mætti a meaning crisis í dag. Og það svona dálítið það mætti tengja það við þegar Nietzsche sagði að Nietzsche lét brjálaðamannin segja að Guð sé dauður og að merking í samfélaginu hafi verið deyjandi síðan þá sko. Þetta vilja sumir meina að sé að gera þessi samfélaginu í dag að við séum svolítið týnd og séum að hugsa eingöngu hagsmuni og reglur og yfirbörskenda hluti og okkur vanti svona eitthvað inntak og menningu og það hafi trúarbrögðin svolítið verið að gefa okkur en það séu breyttir tímar en áðans ég ætla að hafa þetta lengra. Velkomin í þáttinn Nicole. Takk fyrir. Heyrðu, þú ert þetta er fjórða tungumálið íslenska. Já, akkurat. Þannig að við ætlum að reyna að vera á íslensku en það er allt í lagi að sletta á ensku og þýsku og það er mjög flott að sletta á frönsku. Sko. Takk fyrir. Ég myndi alltaf gera það. Sko. Heyrðu, hvernig blasir þessi meaning crisis pæling við þér? Mér finnst þetta bara mjög áhugavert og í rauninni er það pínu áttin sem ég hefi verið að færast mig meira í. Ég byrjaði í jóganu fyrir, ég veit ekki, 20 árum síðan og í byrjun vildi bara í rauninni ekki hafa með neitt andlegt að gera. Ég vildi bara teygjur og svona. Og já, það er ekki svolítið algengt. Jú, það held ég. Svona líkamsræktar type thing. Svona vestræn nálgun. Akkurat. Og síðan byrjaði svo aðeins að heyra hugleiðslu og í rauninni var það vinkona mín sem bendi mér á einhvað hugleiðslu app sem hét Headspace þegar hún var nýbúin að eignast fyrsta barnið og ég var kasólett með fyrsta barnið okkar. Okay. Og hún sagði, ég hef heyrt að það sé mjög sniðugt að byrja að hugleiða þegar maður er að verða foreldri og á meðan maður er að ala upp krakka. Og ég fór bara eins að skoða þetta og mér fannst þetta áhugavert. En svo bara datt ég svona pínu út en svo seinna 2018 held ég þá byrjaði ég bara meira að fara að kynna mér hugleiðslu pælingar í gegnum ýmis upp og podcast og svona og þá fannst mér þetta bara rauninni bara mjög forvitnilegt. Ég er vísindamaður á menntun og mér fannst þetta bara áhugavert. Við þekkjum svo margt alls konar en hvernig hugurinn okkar virkar, við vitum það náttúrulega miklu minna og hvað þá okkar eigin huga. Og mér fannst þetta bara mjög áhugavert rannsóknarverkefni og það er eitt hugleiðslu kennara á Indlandi sem sagði einhvern tíma, if you want to know your mind, sit down and observe it. Bara frekar auðveldar leiðbeiningar, bara skoða þau bara. Og það fannst mér mjög áhugavert og svo 2021 þá má segja ég lendi á einhverjum veggi það var bara orðið allt of mikið og fór svo í 3 mánaða veikindaleyfi. Já, fórst í svona burnout Já, akkurat, eitthvað svoleiðis og þá er það alltaf skemmtilegt af því þá fekk ég tilmæli frá heimilislækninum mínum já, passaðu nú bara að gera eitthvað sem þið finnst skemmtilegt maður veit ekkert hvað er skemmtilegt þegar maður er í svoleiðis ástand og maður veit ekkert hvað maður er að gera. En þá ákveði ég bara að gera það sem ég vissi að getur verið gott fyrir andleg helsu sem er að stunda meira jóga og meira hugleiðslu. Og það var náttúrulega ógeðslega erfitt að vera eitthvað að sitjast niður og horfa á huganum sínum þegar maður er í svoleiðis ástand. En ég var samt komin nóg langt til þess að það var að hjálpa mér. Og eitt sem kallast fyrsta stóð núvitundar í búddískri fræðin er bara meðvitund líkamann. Og það hjálpaði mér rosalega mikið vegna þess að meðan að hugurinn er bara út allt þá líkaminn hann bara hér og hér og nú og það var rosalega gott að kannski með segja bara á fótunum. Það var ekki mikið streitu í fótunum. Þannig að það hjálpaði mér. Og í kjölfar þess þá ákveði ég að fyrst að gerast jógakennari og síðan fór ég í hugleiðslu kennaranámi og það er það sem ég er núna að fara að ljúka. Já, það er alveg aðskilið frá jóganáminu. Já, það er alveg aðskilið, já. Og
En á sama tíma ég líka að vinna hjá Umhverfisstofnun í loftslagsmál. Já. Og þá hef ég líka verið að fylgjast með umræðu af hverju við vitum öll hvað við þurfum að gera til þess að koma í, eða þú veist, eða koma í veg eða allavega að minnka hversu alvarleg afleiðingar mun að vera, ekki bara loftslagsmál, bara umhverfismál og samfélagsmál almennt. Og þá fann ég með þessi tengingu inn í það að það virðist vera okkur vantar pínu þessi svona innra áttavita. Já, stefna. Já, akkurat. Og ég hef verið núna, ég er að kenna fjárvikna námskeið í Jókavin, þar sem kallast Embracing Balance og ég í rauninni að leiða fólkið í það að sjá hvernig núvitund getur hjálpa okkur að finna jafnvægi. Að því ég held að ef við viljum taka góðar ákvarðanir, þá verðum við vera jafnvægi og þá verðum við að vera með einhvers konar tilgang. Tilgangur, já. Já, akkurat. Ég ætlaði takk fyrir hennan inngang. Ég ætlaði svona að reyna að koma inn á svolítið flókin pakka með þér sem svona kallast á við það sem þú vorst að segja. Kallast á við þessar hugmyndir hvað íhugun og núvitund og hvað einmitt tilgangur og stefna og það kanadískur heimspekingur og taugafræðingur sem heitir John Vervaeke. Hann hefur fjallað gríðarlega mikið svona merkingarbærni trúarbragða og menningar og hefða í þessum sama geira sko, með hvað það varðar að það séu kannski til trúarhefðir eða hugmyndir sem hafa haft gildi fyrir mannkynið sem við höfum kannski tapað. Og eitt af því sem hann gerði var einmitt að hann segist hafa verið með þeim fyrstu sem innleiddu núvitund sem hugtak í háskólasamfélaginu og í Toronto. En það sem hann gagnrýnir leið það að þegar svona einfeldnisleg nálgun við núvitund notuð, það hugsar fólk oft bara, já, ég sest niður á morgnana, slaka á 10 mínútur og þá ég búin að upplega núvitund og svo get ég bara farið að halda áfram að berjast í samfélaginu. Og honum finnst það vera algjörlega ófullnægjandi lýsing á hvað hann á við með þessu orði, sko. Og það sem hann segir, sem ég get ekki alveg farið rétt með, það er eitthvað á þessa leið, sko. Hann tekur svona eiginlega búddísku nálgunina, sko, sem segir, annars vegar segir búddismina, sko, the eightfold way, að þessu 8 atriði sem þurft að vera að svona rækta í einu til þess að vera að upplifa þessa þroskabraut. Okay. En hann smættar að líka niður í 4 þætti þar sem að viska felst í einmitt sko tilgangi og vilja og getu og svo framvegis. En hvað myndir þú segja það? Er vestrænt samfélag eða við svona almenningur, eru við að dömma niður hugtakið núvitund þannig að það orðið merkingarlaus frasi? Já og nei. Það náttúrulega, ég skil alveg hvað hann á við og kennslur til dæmis frá búddismi eru náttúrulega miklu dýpra en einhvers konar bara lækkun á streitu eða eitthvað svoleið, eða bara fara í slökun eða eitthvað svona. Akkurat. Þannig að því leiti þetta gríðarlega mikið einföldun. Það náttúrulega miklu þetta, svona tækifærin sem felst í iðkunina, ef maður tekur þetta bara eins langt maður getur, eru náttúrulega bara rosalega stór og það sem búddismi gengur út að vera bara ná að uppljómast sem en þú, eða ég myndi segja að flest okkar mun ekki ná því við að huglega 10 mínútur á dag af til. En ég meina það bara pínu eins og hvað viltu í lífinu, skilur ef að þú vilt vera eitthvað, ég veit ekki, píanóleikari eins og Viking eða jafnvel stærri stjörnur út í heimi, það dugar ekki til að æfa því 10 mínútur á dag. Nei, en kannski ef að það eina sem þú vilt gera bara aðeins slaka á og vera pínu rólegara með börnin þín, það 10 mínútur betra en 0 mínútur. Já, vissulega. Já. En þetta svona svolítið
þú veist þessi gamla gagnrýni eða svona seinni tíma gagnrýni á samfélagi sko að við séum bara hamstrar í hlaupahjóli kapítalismans og sumir segja sko að svona minniháttar tilraunir til þess að hjálpa fólki séu raunni bara það að hjálpa þeim að fungera sem hamstrar í hlaupahjólinu sko. Að þau eigi raunverulega vilja verða eitthvað meir en það og þá kannski eitthvað svona trúalegum skilningi eða heimspekilegum skilningi eða búddískum skilningi en sem sagt að það sem að gefi fólki merkingu og það sem sagt nýlega eða 2019 var gerð könnun í Kanada skils mér þar sem að 80% aðspurðra sagðist upplifa að líf þess sé merkingalaust og og það sem að John Vervaeke sem sagt að benda á að í sko iðkun á einhverju eins og búddisma til dæmis þar sem þú tekur öll skrefin sko, þú hugsar siðferðilegu gildin, þú hugsar hefðirnar og hugsar að því að trúar athafnir að hans mati eru sem sagt í rauninni bara ritualar til þess að svona rammin líf þitt og hann er aldrei að mæla meðnin trúabröðum í sjálfu sér og þá í samanburði við svoleiðis hugleiðingar þá virkar þessi tímyndna hugleiðsla mótana eins og eitthvað blekking sko. Já, akkurat ég held samt að það sé betra en ekkert og góð leið kannski til þess að fá fólk inn ég held að ef þú segir við fólk þú átt að vera að hugleiða bara 3 klukkutíma á dag á hverjum degi og svo ætlar þú að fara á kyrrðavöku það sem þú hefur að þegja bara í mánuð bara á hverjum ári ég held að þú bara fólk gerir það bara hreinlega ekki þannig ég bara líka að velta fyrir mér og ég sé þetta bara líka svolítið í minni vegferð þegar ég byrjaði að hugleiða ég var virkilega að gera þessi svona útþynda útfærslu í byrjun og það bara þegar ég fór aðeins að rannsaka þetta betur að ég fór að skilja hver eru möguleikar og hver er tilgangur með þessari iðkun þannig að ég held að sé líka kannski ágætis byrjun til að koma fólk inn í þetta allt saman vissulega en hins vegar það sem er erfitt sérstaklega í nútíma samfélaginu þú verður að setja inn bara tíman það er bara alveg eins aftur til þess að nota minnlíkinguna með pianospili þú verður bara að gera hvað er það, scales svona, bara á hverjum degi með margar klukkutímar einlega en ég held samt að því í rauninni það er náttúrulega fyrir eitthvað nýtt að þessi iðkun, sérstaklega núna aftur, ég er að vísa í hugleiðslu í búddískri hefð. Það kom til Norður-Ameríku þarna í 1960-70, lók 1960. Já, mitt í hippa tíminu. Já, akkurat. Og þá var, en þá var náttúrulega þetta stundað á Indlandi og Tælandi og Burma og svona, bara af munkum. Já. En stórefast þessi rosa margir sem vilja eða geta gerist á munkar í okkar samfélaginu. Akkurat. En ég held að sé alveg góðu punktur að reyna að segja með því að ekki að vera hverjum degi 10 mínútur, þá færð þú svona smá bara bragð af því. En þú færð ekki öll máltíðin. Það er nasaþefin. Já, akkurat. En þú sem lendir í svona burnout og var það með ást í náminu? Nei, ég var að vinna hjá Umhverfisstofnun þá. Og upplifir þá bara svona algjöra að þú sért bara búið með alla orku eða allan vilja? Já, akkurat. Og það var mjög, ég veit ekki hvað það var áhugavert. En líka mjög óþægilegt tilfinning þegar allt í einu líkaminn þinn er ekki lengur til í samstarfi og ég bara grét allan daginn og það var mjög óþægilegt og rauninni það eina sem var bara að halda mig svona einhvern veginn að bara náði mig að koma úr rúmi það voru börnin í rauninni að vilja samt vera einhvers konar fyrirmynd fyrir börn og ekki vera bara grátandi upp í rúmi en það var mjög erfitt tímabil en á sama tíma leiddi það svo til þessara vegferðar sem ég er í núna þannig að það
Þannig að maður sér alltaf hlutin einhvern veginn í ákvæði ljósi eftir á, sko. Akkurat. Já. Þannig að það er samt svolítið áhugavert, sko. Þannig að það var viljið þinn til að vera góð fyrirmynd fyrir börnin Akkurat. Sem verður til þess að þú stendur þig saman. Já. Þannig að það er svona einhvers konar skrítinn, sko, það er svona sjálfsmyndalegs eðlis. Það er sjálfsmyndin sem ætla til þess að þú sért eitthvað annað en þetta vandamál. Já, akkurat. Það er svolítið magnað, sko. Akkurat. En ég ætlaði, nú ert þú sem sagt að vinna fyrir Umhverfisstofnun. Já, akkurat. Og áhugasöm þessi stóru mál, hnattræna hlýnun og allt saman. Það er eitt af þessum málum sem hafa verið dálítið rædd í sambandi við þetta crisis dæmi, sko. Þetta crisis of meaning. Af því að það er svona nálgun sumra, kannski svona veraldarhyggjufólks og kannski svona tæknihyggjufólks eða vísindafólks að þessar sameiginlegu hugmyndir okkar framtíðina að þær geti verið þessi áttaviti og þessi merking, sko. Þannig að við erum að fara að sameinast það að gera rétta hluti fyrir jörðina til þess að forðast hnattræna hlýnun eins mikið við getum og að það sé svona okkar sameiginlega markmið. En það er hugsanlega bara mjög gott fyrir marga, sko. En það er hugsanlega eitthvað sem næri ekkit öllum og þannig kannski ekki svarið við the meaning crisis eða hvað. Já, það er meaning crisis, það er til þess að aðeins að segna. Ég held að sé náttúrulega orðalega erfitt einhvern veginn að setja það í höndum einstaklinga að finna út úr þessu sjálf. Á meðan bara restina af samfélaginu í hamstrahjólinu eins og þú segir og þar sem verið að kalla á bara kannski sérstaklega í tengsl við umhverfisáskoranir sem við stöndum framfyrir einmitt að það þarf að gera þessi kerfisbreytingar en til þess að gera það þarf svona bara einstaklingar sem eru tilbúin að gera það, en það þarf kannski bara líka að breyta þessi mynd framtíðarinnar og sjá hvernig við erum að mæla þetta allt saman og mælikvarðin sem hefur bara hingað til verið sem hagvöxtur alltaf hagvöxtur að virka og nú náttúrulega verið að bara pæla í amskonar öðruvísi svona nálganir eins og til dæmis well-being economics þar sem verið að skoða að mæla í rauninni hvernig lýðheilsan hvernig andleg heilsa þjóðmannanna og ég held í rauninni að þetta sé svo bara tengt meaning crisis að því leiti að ef að fólk tilbúið til að sjá það eitthvað að við þurfum að þetta ekki að virka fyrir okkur, þetta kerfi í heilsinni og það mælist bara meðal annars að því að andleg heilsa fólks ekki sérlega góð þessa daga að þá þarf bara kannski að finna einhver leið það sem verið að taka þessi innri gildi meira alvarlega og að það sé líka verið að meta þessi gildi og að meta þar ég að meina að setja áherslu á því þetta er gott að því þessi utanverðar gildi það sem einhvern veginn bara að bera saman við aðra og ég vill meira en þetta, ég vil stærri jeppa en nágrann minn og allt þetta samkeppni maður heldur að þetta mun gefa okkur hamingju og það gerir náttúrulega ekki þannig að við þurfum bara en ég held samt að þessi svona utan extrinsic values sem ég segir þetta svona þessi gildi sem út á við þar náttúrulega líka að vissu marki góð gildi en við þurfum bara að tengja þessu saman þannig ég held að það er ekki endilega bara að henda öllu þetta svona external dot og fara allt innan frá ég held maður það bara að skoða þetta bara í heild sem ein heild Þetta minnir mig á, ég núna í háskólanámi og vorum einmitt að lesa grein sko gagnrýni á hugarfarið sem hefur verið svona ríkjandi í hugmyndum hnattræna hlýnun og
greinin fjallar það að það sem að við gerum sem þjóðfélag eða samfélag að við komum oft með hugtakið kollaps og það oft beintengt bara raunni mitt hagvæstinum sko, af því að það kom greinilega þarna eitthvað að gerist eitthvað jarðskjálfti eða fiskihrun eða eitthvað og það steindeyr einhver iðnaður eða eitthvað og það engin hagvæstur einhver tíma sko og það köllum við kollaps sko en svo má alveg deilum hvort að það hafi verið slæmt sko af því að einmitt sko ef við segjum til dæmis að afleiðingar af hnattrænni hlýnun ef við gefum okkur bjartsýna nálgun, ef við gefum okkur að okkur takist að afstýra því að þetta verði alveg hræðilegt en það kosti að við þurfum að endurskoða allt samfélagið hvað varðar einmitt sko eilífan hagvöxt og eilífa neyslu og einmitt líka að við þurfum að horfa meira inn á við og skoða okkur sem einhvers konar viskuverur fyrir ekki heldur en vitsmunaverur. Þá gæti raunni kollapsið sem að kannski einhver muni samt segja hafi orðið verið bara mjög jákvætt. Akkurat. Ég held einmitt það að þessi samfélagsbreyting og kerfisbreyting sem verið að kalla eftir gæti í rauninni haft mjög góðan áhrif á fólk. En það kannski fattar það bara ekki. Nei. Og af hverju vegna þessa einmitt, það verið að tala um bara hræðilegar afleiðingar og hvað gerist þá? Þá bara fer fólk bara í vörn og verður bara hrætt, fer bara í vörn og þá vil maður, og því meira maður hrættur, því minna vil maður breyta einhverju, því maður vil vera stýra hlutunum og því hvort að þetta séu hluti sem okkar að stýra eða ekki og maður fer svona, maður tapar líka pínu ímyndarafl og þessi getur til þess að ímynda mér hvernig gæti framtíðin verið öðruvísi. John Verveiki, svo ég fari nú aftur í hann segir að við séum búin að einfalda margt sem við erum að gera þannig að við erum svo upptekin af sko þekkingu og við erum bara að týna orðinu viska. Akkurat. Og viska eitthvað sem að við höfðum svolítið svona, við höfðum kirkjuna svolítið, prestar átt að vera að hafa eitthvað svona visku hlutverk, svona gamlir shamans og öldungar og eitthvað svona. Og nú erum við einhvern veginn búin að íta gamla fólkinu bara inn á einhver elliheimili, við erum búin að klippa undan kirkjunni og gerum bara ekkert sem að inniberi visku. Við erum bara alltaf að keppa í mitt sko öryggisvæðingu, tæknivæðingu og þekkingu og allt sem að við gerum á internetinu að fletta upp staðrendum og þannig þá ég náttúrulega komin aftur í sama farið sko en maður bara alltaf að velta þessu fyrir sér sko, hvar verður visku farvegurinn í framtíðinni? Já, það góð spurning og ég held ég veit náttúrulega ekki hversu svona scalable þetta og hvernig hægt að ná til 8 billjón manns. Það náttúrulega áskorunin en ég meina við getum ekki gert meira en að byrja hjá okkur og reyna allavega svona hafa einhvers konar áhrif á fólkið í kringum okkur en bara endur við ekki að pínu forvitni hvernig við virkum, en með það sem var að segja í byrjuninni, hvernig virka þessi hugur og hvernig tenging með hjartað og líkamann og opna sig aftur líka fyrir því að við erum öll tengt. Allar mannverur og allar verur eiginlega á þessi jörðu erum öll tengt. Við getum ekki lífa af án þess að það sé til fleiri menn og í kringum okkur og ekki heldur dýrin og allt lífriki. Þannig að fyrir mig það líka kannski að efla aftur forvitni og tengsl við aðra og við náttúruna og sjá að við erum hluti af þessari heild og við berum bara ábyrgð á því að halda þessu öllu einhvern veginn gangandi án þess að það verður ofgríðarlegt
collapse, þannig að orðið sem við vorum að gera áður. Þannig ég myndi segja svona þessi, nú þarf ekki að nota orðið þjálfþekkingu, fyrst að við viljum ekki þekking, en samt sem áður, sjálfþekking og bara skilja hvernig við virkum og líka, og aftur ég veit ekki hvernig hægt að svona stækka þetta til þess að næ til eins margir og hægt en bara breyta narratífu og segja bara þetta svona individualismi að ég bara gera mitt og ég þarf ekki, ég geti verið bara nett sama hvað hinir að gera að það virkar ekki og það bara ekki meira skemmtilegt að vera saman í hópi og vinna saman í einhverju sameiginlegu markmiði. Þannig að endur uppgötva samskiptin og ég held að viskan býr ekki endilega á samfélagsmiðlum. Alveg saman því. Og þannig að það mætti líka mögulega endurskoða hversu margar tímar maður þar sko. Á samfélagsmiðlum, já. En mér finnst aldrei áhugavert að því nú skrifaði ég lokaritgerð í heimspekináminu mínu ofskynjunarefni. Já. Og mér finnst það svolítið skemmtileg svona þversögn eða svona mótsatninkennd staða að flestir sem ég þekki sem eru svona harðir atheistar og vísindahyggju fólk eru svona frekar mikið skeptískir á svoleiðis efni sko. Finnst þau bara asnaleg og ekki ráðlegt að prófa þau og allt það sko. En og sjá engan tilgang í því sko, af því að þeim finnst að það sem kemur út úr slíkri efna upplifun geti ekki verið annað en einhverju glundróði og þvæla og hjálpar ekki neitt í lífinu sko. En það sem ég hef sjálfur prófað og upplifað er að þetta einmitt ótrúlega sterk leið til þess að upplifa þessa hluti sem þú varst að segja að þú sért hluti af sama mannkyninu sko. Og þegar þú ert búin að prófa að fara aðeins út úr þessu skilyrta vestræna mindseti þar sem ég eitthvað svona eining og ég þarf að sanna mig sem vitsmun að vera og sigra heiminn. Þegar þú ert búin að prófa að fara út úr þessu ego-mindseti og upplifa þau sem hluta einhverjum rísa andlegri heild, þá ertu bara allt í einu miklu móttækjalegri fyrir svona boðskapið sem þú ert með sko. Já, akkurat. En það er svolítið mótandakent sko, því að þú þarft sem sagt að upplifa þig sem hluta af svona vinalegri heild til þess að skilja mikilvægi þess að berjast fyrir náttúrunni á vísindalegum nótum. Akkurat. En ef þú ert á vísindalegum nótum þá vilt ekki taka efnin til að upplifa það. Nei, akkurat. Já, ég hef aldrei prófað svoleiðis, en ég hef alveg heyrt einmitt að það sé allavega góð leið til þess að einmitt fá akkurat svona smá bragð af því hvað hægt. Ef að þetta gert við svona umhverfi, svona. En ég meina þetta allavega suma vísindamönnum sem ég þekki og ég var kannski líka þar á tímabili þegar ég var vísindamaður svona í háskólaumhverfinu. Ég veit ekki hvað þau segja tilgang lífsins og þessi hugmynd að vera hluti af einhverju stærri heild og þetta allt saman. Þannig að það líka, vegna þess að maður getur ekki mælt þetta. Þannig að það líka svona pínu áskorunin held ég með okkar svona hardcore tölulega vísindin. Akkurat. Ef að þú getur ekki mælt eitthvað, þá það ekki til. Það ekki til. Það ekki til. Nei. Og til einskís að tala það. Já, akkurat. Já. Og mér fannst þetta bara í rauninni mjög áhugavert. Þegar ég fór á fyrsta kyrrðavökunna mína, og kyrrðavaka sem sagt svona oft nokkrar dagar, getur verið vikur og mánuði, þetta var bara 6 dagar eitthvað svoleiðis, fyrir 3 árum síðan. Og þá maður að hugleiða bara allan daginn. Og það eru bara ýmsar æfingar og maður gerir gönguhugleiðslu og svo maður líka einhverjum verkefni bara sem snúa að bara elda og þrífa og svoleiðis. En maður ekki með neinu síma, maður ekki að tala við fólk, maður ekki að horfa til fólks, maður ekki að lesa bók, maður ekki að prjóna, en neitt þannig. Og
svo var mann sérstaklega eftir eitt kvöld þar sem við vorum öll að hugleiða og það var maður sem byrjaði að gráta og maður getur náttúrulega ekki gert neitt, maður ekki fara til hans og knúsa hann eða spyrja hvað að eða neitt þannig. Þannig að hann bara þarna grátandi og við öll hinnir, við 20 manns, eitthvað svoleiðis, bara hugleiða og ég byrjaði bara svona að reynda að senda einhvers konar svona umhyggju og yfir til hans og það var orkan þarna inni og ég held að allir hafa nefnilega gert það. Orkan þarna inni var ótrúlega og ég hugsaði, ég man svo vel eftir þessu að því vísindabadurinn minn í mér ennþá þarna, sko, spá bara, hvernig getum við ekkert mælt svoleiðis? Hvernig mælitæki þarf maður að mæla? Það var svo sterkt að það var alveg klálega svona áþreifanlegt, sko. Og þá var ég bara að spá í að ég myndi óska þess að vísindamenn væri tilbúin til þess að vera opinn þótt að við getum ekki mælt það í dag að það þýðir ekki útiloka að það sé ganski til og en ég veit ekki hvernig gengur í vísindasamfélaginu að gera það En þetta bara mjög vel orðað, ég held að þetta kjarnar pælinguna mjög vel, sko, að það sem að allavega þessi blessaði John Wayne Gacy að segja, sko, er að við erum einmitt búin að týna getunni til þess að hafa gaman af hugmyndum eins og tilgangi lífsins að því að við smættum allar spurningar niður í eitthvað ömulegt röflum hvort það sé að mæla eitthvað efni. Já, akkurat. Og þannig gerum við svoleiðis spurningar merkingarlausar, sko. Akkurat. Og ef þú tekur Albert Camus á þetta, sko, þá ertu komin í absúrdismann og neikvæðina, sko, þá er svona nauðhyggju mynd af heiminum þannig að alheimurinn mun þenjast út þá náttúrulega hann bara hættir að hafa neina orku og þá er endalok lífsins tryggð þannig að það er fullkomlega örugt samkvæmt þeirri mynd af heiminum þá er fullkomlega örugt að það hefur til lengri tíma litið engan tilgangi gera neitt Akkurat Þannig að okkur kálaði mikið bara og það er spurningi sem Albert Camus kom með, sko og út úr þessari mynd hefur vísindahyggjan ekkert svar Svari verður aldrei vísindalegt og það verður aldrei eitthvað svona rökhyggju þvæla, sko. Svarið verður alltaf í einhverju skilningi, einhvers konar viska eða svona tilfinning eða einmitt eitthvað opinn hugur fyrir því að upplifa heiminn sem órætt og óendalegt fyrirbrigði. Og svoleiðis hugmyndir eru trúarbrögðin og búddisminn og öll þessi kerfi er svona farvegur fyrir þessar hugmyndir og svona iðkun eins og þú varst að fara í er einmitt það líka, sko. Það er farvegur fyrir upplifanir sem eru ekki niður njörfaðar í einhverja sálfræðibók, sko. Af því að þarf enginn endilega að segja við þig þegar þú ferð að þennan stað þá upplifur þetta niðurbrot sjálfsins á þessu augnabliki á þennan hátt og þetta er svona ofskilgreininga brjálæði, sko, og þarna vantar að skilja eftir, sko, óvissuna og gleðina, sko. Akkurat. Einhverju skilningi að það var svolítið svona yfirlæti hlegraði hann mér fyrir ekki en skiljum hvað ég menna. Ja, akkurat. Og ég held líka að ef þessi Camus pæling það á endanum hvort sem allt vera búið kannski ekki, ég veit ekki mynd en ég meina, við getum samt kannski gert eitthvað til þess að okkur líði vel núna við þurfum ekki að pæla í hvað gerist eftir 10 billjón ár en það er alltaf bara afstæða, sko. Þú getur verið ef svona svolítið sjálfsmiðu þá hugsaður eitthvað, hvernig líður mér núna en ef þú hugsaður lengra tímabil þá skiptir mín líða núna engu máli það sem skiptir máli er að við lifum af eftir 100 milljón ár, sko. Já, akkurat En ég ætlaði að spyrja þig líka að því að núna er að því nú ertu í umhverfismálunum. Já, akkurat. Það er eitt sem er svona svolítið eitrað, sem einmitt svona tengist þessu, sko, að því að hafi maður það gefum okkur að maður hafi þá hugmynd að það gefi lífumanns stefnu og inntak að berjast fyrir svona góðum málefnum eins og gegn hnattrænni línun. Ímyndum okkar að það gefi mér svona gildi að vera í þeim mindseti, sko. Og
svo kemst ég að því að Þjóðverjar hafa lokað öllum kjarnorkuverunum sínum af því að þeir eru eldast við 20 ára gamla kenjar hvað umhverfisvernd sé og sem að þeir hefur líklega aldrei átt að gera. Þá verður aftur svona Camus, sko, verður svona vonleysi, bara, við erum svo vitlaus og við gerum allt svo vitlaust. Ég get annars bara að láta líf mitt snúast eitthvað allt annað, sko. Já, og það náttúrulega mjög þekkt fyrirbæri hjá aktivistum að þessi vonleysi og þetta burnout, skilurðu, aktivista burnout. Og ég get ekki sagt að ég sé alltaf mjög bjartsýn á þessu öllu heldur þegar ég skoða hvernig hlutina þróast, sko. Nei. En að sama tíma finnst mér samt að það sem vantar ennþá skýr viðurkenning af því að þetta að gerast. Þetta for real að gerast. Það ennþá allt of margir sem eru kannski ekki endilega beint í svona climate change denial. Nei. Kannski líka að ég ekki kannski mjög ofta að tala við svoleiðis fólk en ég meina það eru samt að minnkandi hópur. Það náttúrulega að vera erfitt að vera climate denier þessa daga, bara nánast erfitt að vera flat earther eða eitthvað svoleiðis. En hins vegar eitthvað svona koncept sem ég las daginn sem heitir climate disavowal. Þar sem þú veist í rauninni jú, það alveg einhverjar breytingar en þú veist samt að gera lítið úr því. Og og þú veist að svona segja þetta fyrir allir í lagi og við finnum eitthvað lausn og þetta nú ekki það slæmt og já, og mitt uppáhalds það alltaf svo kalt á Íslandi, það nú bara eins gott að það verði pínu klirra hér, sko, en þurfum kannski ekki út í það akkurat núna. En það bara eitthvað sem held ég geri á verkum að þá fólk sem með að gera lítil úr því, sem alveg til að samþykja þær eru breytingar en þar verða ekki það hræðilegar. Það eitthvað sem ekki að sjá mjög skýrt og John Vervaeke sem þú varst að tala hann gerir náttúrulega bara alveg brilljant útskýringu hvernig athygli okkur virkar og hvernig maður getur skilja hlutina og hvernig maður getur bara sjá skýrt hvernig hlutina eru í raun og veru, eðli þess sem eins og það sem náttúrulega líka kjarni í buddhisma. Að eins lengi og við erum ekki tilbúin að horfast í augun þetta að gerast. Þá munum við líka ekki geta fundið lausnir sem við þurfum að finna. Það svona eitt anga af þessu, held ég. Og ég held að fólk sem mikið að pæla í þessu öllu samt sem áður held ég samt ekki tilbúið þótt að maður sér bara alls konar ákvarðanir sem teknar út allan heim, alls konar bakslag í gangi bæði hér heima og út í heiminum að við þurfum samt að halda áfram og ég held að flestir eru alveg til í það og það bara pínu, ég hef stundum heyrt þessa myndlíkingu ef ég veit ekki einhver sem þið þykir vænt fæ krabbameinsgreiningu. Það ekki að segja, krabbamein, það nú bara vonlaust dæmi, þú mynd dæja hvað sem við viljum bara hætta að gera eitthvað. Mér aldrei gera svona eða fyrir okkur sjálf, skilurðu, þú heldur bara áfram og þú heldur bara í vonina og ég ætla bara að gera allt sem ég get og ég held að þetta attitude sem við þurfum að hafa með loftslagsbreytingar og bara öll umhverfis áskoranir. En ég sammála þér, sko, það orðin svona breyting, sko, hún ekki, sko, fólk miklu minna í því að segja að þetta sé annars vegar ekki að gerast eða hins vegar ekki að mannavöldum. Nýja viðkvæðið voða mikið, sko, að þetta muni jafna sig á svona meira heldur við höfum vit á í dag að það sé til dæmis að koma aftur gróður í Afríku sem hafa aldrei verið að séu svona balancing atriði á jörðinni og að tæknibylting að neyðin munin kenna nægtir kona að spinna, sko, að það verði alltaf eitthvað svoleið, sko. Og ég ekki að segja þetta sé mína skoðanir, ég bara segja að fólk virðist verið að fara að halla sér á að þetta sé svar í sjálfu sér og þurfir eiginlega ekkert að hafa svo mikla áhyggjur.
það bara aftur bara alveg það sama og einmitt það með krabbameinsdæminu skilur það er bara, ef einhver er með ólæknanlegs krabbamein og þú segir, það kemur kannski nýtt líf bráðum. já. Þetta er bara, þetta gengur ekki upp, þetta dæmi. Ekki fyrir okkur, sko. Nei, akkurat, en það er náttúrulega áskorun og ég hef líka verið bara í gegnum vinnuna mína, ég hef verið að fylgjast með stóra ráðstefnur sem er einsinni á ári á vegum loftslagssamningnum sem kallast COP, Conference of the Parties. Þar sem til dæmis var 2015, það var COP í París og þar kom Parísarsamningurinn út úr því. En þessi COPs eru bara árlega og ég hef verið að fylgjast með þeim núna í 3-4 ári röð og manni finnst bara það er bara ekkert að gerast. En að sama tíma held ég það mætti líka lyfta miklu meira upp allt það góða sem er að gerast. Og þar kemur aftur held ég inn þetta sem kallast negativity bias sem er inn í okkur. Við sjáum bara mjög vel og tekum mjög vel eftir öllu sem að fara í villausa átt. En það sem er gott, við sjáum það miklu minna. Og ég held einmitt í umræðuna í umhverfismálum, ég er ekki að segja að við séum að fara rétti átt, en ég held má ekki vanmeta allar lausnir sem er verið að leita að og verið að reyna að koma framfyrir og er nú þegar að gerast í dag. En það er einmitt einn tegundin af svona climate anti-aktivisma að það er svona ákveðin jákvæðni bara þetta er að bjargast. Nei, en það er samteki það er aftur, mér finnst gaman að myndlíkingum. Það var ein kennari sem ég heyrði daginn sem heiti Cara Duolingo og hún var að segja þetta að það er bara eins og flugvél og þú tekur eftir að flugvélin það er ein vél sem er bíluð og þú veist að þetta mun ekki duga, þú mun ekki geta lent venjulega eins og þú myndi gerast bara á Keflavíkurflugvöllurinn. Það er bara, hún er að fara. Og það getur bara annarkvort sagt þetta verður aldrei læg, kannski bjargast þetta alveg, kannski er hún ekki það slæmt, kannski er hún ekki það bíluð og svo einhvern tíma bara hrapar þetta allt saman. Eða við getum einmitt aftur þetta svona clear seeing, við getum sagt, hún er að fara að hrapa, hvað getum við gert til þess að lendingin sé eins mjúk og við getum. Þannig að þar, og þá ertum við þetta balance, það eru þessar lausnir sem er að koma í veg fyrir að flugvélin sé að hrapa strax, en hún er samt að leiðin niður. Þannig að þú verður samt líka að hafa það inn í reikningin að þetta mun ekki vera sársauka laust. Ég er alls ekki mótmælar, ég er bara svona að spá í hvernig umræðin er, hvernig heimurinn er. Akkurat. En það er góður punktur hjá þér áðan með svona aktivista burnout, og ég held einmitt að því við erum alltaf að tala um þessa merkingarpælingu, merkingarkrísuna. Já, akkurat. Ég held að einmitt út af vísindahyggjunni og Camus svona að tala um áðan og út af þessu með til dæmis Þýskaland að það getur það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur sem mannkyn að mannkynið fái áhuga á því að berjast gegn hrænni línun. Já, við kallum það loftslagsbreytingar. Loftslagsbreytingar, já. Og það er gríðarlega mikilvægt að gera það, en ég held að það hlutverk get ekki fyllt upp í þessa viskuhólu. Ég held að það verði að vera meira svona andlegs eðlis. Já, akkurat. Það er eitthvað sem gerir það, eins og þú hefur verið að lýsa, Já. Þannig að þú ert eiginlega bara alveg frábært dæmi um það sjálf, Akkurat. Þú ert vísindamaðurinn, þú ert í loftslagsmálum og á sama tíma ertu að uppgötva lendir í þessu burnouti, fer sjálf í jóga, upplifir að og það er alveg þessi klassíska ferli að þú ferði í jóga bara sem líkamsrækt, uppgötvar svo heimsbyggina í henni. Akkurat. Og þetta finnst mér allt mjög skemmtilegt því að þú ert í rauninni svona lifandi dæmi það sem ég ætlaði að tala um. Já, flott. En já, hann ætla nú ekki að vera að tala um hann John var veiki endalaust en ég man ekki nákvæmlega hvernig skiptingin er en hann segir það eru 4 skref í því að stunda eitthvað og þau eru sem sagt að lesa, að hugleiða, að biðja og að hugsa eða contemplate. Já. Hvað segir maður? Contemplate á íslensku? Það er svona að brjóta heilan eða að hugsa allavega. Munurinn á þessu fernu
og því eingöngu að stunda eitthvað sem mætti kalla núvitund fólgin í þessari iðkun sem er fjórþætt þarna hjá honum sko. Að þannig að sko að iðkunin sem að hann er að leita að sé bæði lestur, hugsun, tilbeðsla eða sko praying og ég held að praying í hans skilningi sé ekki svona eitthvað svona kæri Guð gerði þetta fyrir mig heldur bara svona einhvers konar svona að tala í rauninni til sjálfsins hvað þú ert að reyna að gera í lífinu sko. Já, akkurat sem kannski svona fókusering Já, akkurat ég veit ekki hvort það tengis kannski líka svolítið það því iðkunin í núvitund í rauninni þetta að setjast niður og skoða hvað að gerast og svona en svo líka eitt mjög mikilvægur þáttur sem kallast stundum á ensku hard practices og það að efla samkennd, samúð umhyggja gleði að samgleðjast öðrum og svona klassisk iðkun af þessu, til dæmis ein tegund sem kallast loving kindness meditation. Það ertu í rauninni að biðja eða að óska einhverjum öðrum að vera hamingjusum eða hamingjusamur, lífa í friði og sátt, vera heilsusamlegur, og þú gerir það bæði þú gerir það fyrir þig sjálf sem getur líka verið áskorun. Það eru svona margir sem hafa erfitt með að óska sér bara að vera bara í góðu lagi og glöð og hamingjusum og allt þetta. Svo er það að ímynda þér einhver sem þér þykir vænt það er mismunandi skref, ég bara að taka smá shortcut hér og svo líka að taka einhver sem þið finnst óþægilegur eða erfiður það er mjög gott og það er bara mjög gott og þetta er eitthvað og það ertu og þú veist náttúrulega að þótt að ég sé að óska einhverjum sem mér finnst erfiður að líða vel, það mun vantilega ekki leiða til þess að honum líði betra en hins vegar mitt viðhorf þessa mannesku samt breytist samt og í rauninni er við bara líka að reyna að sjá bara það besta í hverju öðru þannig að það er svona kannski eitt varandi það að biðja en svo á þessum lista sem þú varst að tala kannski er það innifali þessum 4 þáttum kannski er þetta einhvern veginn innifalið í iðkun, ég veit ekki en það vandar svolítið það með siðferðir hver fellur það? Hann er með sko annan lista sem ég náði ekki að finna í flýti en það er með talarinn held ég empathy sko, sem hluta í sko. Já, akkurat. Af því það er líka svona morals og ethics er eitthvað sem í rauninni það ertu ekki bara að því í lífinu gerur það alls konar og þú getur einmitt verið að því að lesa eða iðka bara sitjandi einhverju búðar. Jú, það er alltaf undir contemplate sko. Akkurat, en svo er það líka hvað ertu að gera? Þínir actions og er það að samræmast þetta innra áttavita af því þú getur verið bara að hugleiða bara allan daginn, alla daga þú mun samt lenda í vandræðum hvort sem er og lífið mun halda áfram að gerast og það mun bara alls konar fara til helvitis og þannig að þú mun samt þurfa að gera eitthvað og að það sem að allar þínir athafnir og allir þínir svona einmitt actions sé bara líka með einhvers konar leiðarljós sem væri þá bara tengt meaning. Akkurat, já, nú erum við að tala um merkinguna. Já, akkurat. Ég held líka sko, svolítið góður punktur við hafðir hérna með að hugleiða viðhorfsbreytingu gagnvart einhverjum sem maður líkar ekki vel við eða eitthvað svona. Af því að þú myndir skilgreina og sálgreina það alveg drasl sko. Þá getur þú komið með eitthvað svona kalda nálgun. Þar sem að þú getur sagt hérna, já þú ert í rauninni bara að gera upp þína eigin tilfinningar gagnvart einhverjum eitthvað svona. Það vartu raun að smætta hegðunu niður í eitthvað smáttur í en hugsanlega er hérna gagnlegt að upplifa þetta sem þú ert að gera þegar þú hugleiðir fallega eitthvað sem einhvers konar svona andlegt fyrirbrigði af því að svo gerist það kannski að þú kemur út í samfélagið eftir þessa hugleiðslu í ölliti betra hugafari svo kemur ölliti betur fram við þennan viðkomandi aðila og það hefur þær afleiðingar til lengri tíma að bara hlutinni breytast Akkurat. og
og það í sjálfu sér að smætta hugleiðsluna ekki niður í eitthvað 2 sálfræðileg stef eða eitthvað kannski sjálfu sér mikilvægt fyrir þessa hreyfingu sko. Já, akkurat, ég held það. Og það líka að sjá í rauninni að við öll og allar lífverur hafa það sameinlegt að við viljum bara öll, hver einasta lífvera vilja bara vera hamingjusum og fá að lífa í friði og sátt og vera heilbrigð og hafa nú að borða fyrir krakkanu okkar og nema kannski fyrir einhverjar psychopaths, skiluru, en svona flestir. Þetta þetta pínu umdeilt, sko. Já, sko, jú, við sem skilningi viljum öll vera hamingjusum, en það er margir sem að benda á að við viljum rauninni miklu meira lifa svona vitsmunalega fullnægjandi lífi. Viljum við það eða erum við með hugmyndum að við viljum það? Við virðumst vilja það, sko, mjög margir allavega. Þeir sem sagt vilja sem sagt, þú vilt rauninni gera eitthvað, þú vilt vinna einhver markmiði eða upplifa að ná einhver markmiði og þú verður ánað með það fyrir vikið, einmitt út af merkingunni, sko. Þú vilt ekki vera mindlessly hamingjusamur. Nei. Það getur bara farið á sóma úr Aldous Huxley, Brave New World. Þannig að það er svona hedonísk hamingja er að vera bara alltaf í góðri tilfinningu, en svona sálræn hamingja er að svona hafa tekist á við einhver hlutverk. Já, akkurat. Já, ég meina skilgreininga hamingju er náttúrulega bara ganski efni annar podcast, ég veit ekki. Já. Heyrðu, ég held að við förum bara að ljúka þessu. Þetta búið að vera virkilega gaman. Það var mjög gaman að hitta þig og fara í gegnum þessa pælinga með þér. Ég myndi segja fyrir mitt leyti, sko, að já, sko, við vorum bara að tala þessa myndu merkingarkrísu sem er alltaf umdeild, sko. Sumir vilja meina að það sé ekkert tilfellið, sko. Og það er í sjálfu sér líka áhugavert, sko, því að þeir sem eru hrifnir að þessari teknokrasi menningu sem við búum í, þeim finnst þetta algjört bull, sko, að vera að tala einhverja hugleiðslu og trúarbrögð og einhverja shamans og visku, sko. Það séu bara úreldar leiðir til þess að nálgast einhverja sömu hlutina, sko. Þannig að það er alltaf til fólk sem er ósammála, sko. Já, það er gaman. Ekki þetta allt saman meira áhugavert. En svo er bara líka, held ég, kannski það sem ég var pínu að himbra á áðan, er fólk við erum náttúrulega öll með mjög mikið svona hugmyndum af hvernig hlutina eru en mögulega mikið af þessu fólki sem þú varst að lýsa rétt áðan, ef það myndi aðeins staldra við og horfast augun með þessari hugmyndir, hvort að það er standast skoðun. Ég veit ekki, kannski standast það skoðun, en kannski líka ekki alveg. Mögulega. Já, ég held ekki að það sé líka bara fjölbreytileiki í samfélagsins, sko. Veist, að því að sumir, segjum til dæmis bara einhverna harður trúleysingi og vísindahyggjumannskja, sumir er bara kátir í sínu hlutverki, sko, og þeim finnst ekkert að þeim vant einhverja andlega vakningu, sko. Nei, en svo ertu bara með aðra sem að finna ekki fullnægju í því að horfa á heiminn eins og vísindahyggjan gerir og fyrir það fólk þá eru aðra leiðir. Akkurat. Og við þurfum held ég að vera bara með bæði, sko. Já, akkurat. Og það sem er skemmtilega við þig sem sagt er þetta að þú runni einmitt að eiginsögn ert eiginlega svona lifandi dæmi það, sko, að þú finnur sem sagt loksins, sko, gleðina og lustnina frá börnátinu í því að fara út í daldi svona andlega sálma, sko. Já, akkurat. Og svo finnst mér það núna að vera bara mjög mikilvægt líka í minnu starfi og ég myndi óska þess að fólk sem tækar stórar ákvarðanir í heiminum myndi vera bara aðeins meira á hreinu hver tilgangur er. Það myndi hjálpa. Já, og ég held að þessi að afla innri gildin myndi hjálpa mörgum. Algjörlega. Við látum þetta líklega bara verða lokaorðin. Ég held að þetta sé bara mjög góð pæling, sem sagt að fólki sem er að reyna að bjarga heiminum þurfi að átta sig á því að hluta því starfi sé einmitt að leysa sín innri vandamál og ekki einhver svona klassísku sálfræðilegum skilningi, heldur einmitt í þessum skilningi að við erum öll að leita einhverju merkingu
Og það verður áhugavert að sjá hvernig mannkynið fer í gegnum þann brotsjó, sko, því að ef við gefum okkur að það sé rétt að trúarbrögðin hafi verið einhver farvegur fyrir það, þá erum við hugsanlega einhver svona lægð í svona merkingarleit eða tilfinningu fyrir merkingu og hugsanlega kemur einhver ný farvegur. Það verður gaman að sjá hvaða farvegur það verður. En takk fyrir komuna, Nicole. Takk fyrir að tala við mig. Og takk fyrir áhorfið.